Sveinur það. Gjörðu svo vel. Þá vorstu bara ekki hljóðum. Já. Sko síðuhverfið það bara létt að komast út í síðuhverfið sko. Já, allavega þú veist stofnana sko. Já, ég segi það það var bara já. Þannig að þú kemst að það Já, Kveiknaði ekki á myndverkum? Ég held að sé bara að það verður kaos. Ég held að það sé aðalega það sko, það þarf ekki nema einn Toyota Yaris. Þannig að það fer bara allt. Ég held að það sem bara sko, ágætt þessi pólísi bara því að vegagerðin á flugfélögunum og loka fyrr en seinna sko. Það er leikskólinn á svona. Það er leikskólinn á svona. Það var engin skóli í göttunum. Hvað er þú? Það var lítið þegar út í þorpi sko. Það var ekki búið að vilja eins og ekki fyrir best við sko. Það er ekki verið fyrir sko. Nei, en það stendur alveg á húsinu á mér sko. Og bíllinn var bara eiginlega á hafið sko sem ég lág á bílinn og ég var fólk kost á bíl. Þú varst ekki á ábyrgðinni? Nei. Það hefur keypt í ábyrgðinni, sant? Já, ég hef samt kunna bíl. Það var svo eiginlega áfanta fyrsta tíma ég var þegar hún býr í Norðurbyggð. Það er 76 og ég segi, þú lappir ekki? Ég býr þetta rétt hjá, ég lappar ekki. En mamma þig? Nei, ég telst ekki. Nei. Sem eru náttúrulega hægtíma og svona. Nei, ekki það ekki. Nei, og þetta var það. Það er ekki svona. Það er fólk nessa. Sem eru líka bara ótrúlega vel. Já. Það er sko á húsnæminu og það er bara að draga fyrir svona á svona dögum. Af því að fólki fer bara blíðin þess að það er heilast við það. Það er meikandi. Það er svo ótrúlega. Það er kannski út af veðri ekstra mínútur í bið, eða hvað segir þú? Nei, ekstra fæði. Ekstra fæði. Það er alls konar bara þess að fólki Yes, was Vietnam. Hvað gerir vinni velkomin á Fossasund, eins og vandað veðri. Hann Pétur með mikla fortíð að baki sér, með trausta fætur í nútíðinni og ætlar að þess vegna að segja okkur fyrir framtíðinni. Velkomin. Já, þakka fyrir. Ágætu tilheyrendur. Það nú svo komið að
ungmennafélagi niður á Hag sendir hingað í Stórhríðinni hálfblint og heyrnarlaust gamalmenni í staðinn fyrir að koma sjálf og boða fagnaðarerindið. En ég fékk nú afar skamman fyrirvara og spurningi var hvað maður ætti að tala og það hefði náttúrulega verið vel við hæfi og í takt við tíðarandann að taka til dæmis fyrir kynferðislega áreitni á heilbrigðisstofnunum, en vegna þess að ég veit ekki nógu mikið það og hef því miður enga persónulega reynslu í þeim efnum, þá valdi ég frekar að segja ykkur bara svona part af ævisögu minni. Nú, ég byrja sem sagt að fást við heimilislækningar 1974. Virkar þetta ekki? Bara það var ekki. 1974 fer ég til Bolungarvíkur og var þar af og til 8 ár í allt, en tók nú sérnám á milli. En þarna kynntist ég sem sagt heimilislækningum fyrst. Þarna voru 12 til 1300 íbúar og ég sem sagt sá nú eiginlega flest sem viðkom heilbrigðismálum nema sjúkraskýlið og ég hafði að vísu drykkfellda hjúkrunarkonu mér til aðstoðar og ritara, en að öðru leyti reyndi ég að sinna öllu sem að þurfti. En maður gat náttúrulega sendt til Ísafjarðar ef að vegurinn var opinn og fær, hann var að vísu lífshættulegur alltaf, en stundum þurfti maður að fara sjóveg. Það var margt breyst síðan ég var þarna og það er fyrst og fremst það að við heimilislæknar höfum fjarlægst skjólstæðinga okkar. Eitt dæmi það er það að þarna var ég með plúsmerki á bílnum mínum. Það tíðkaðist nú gjarnan að læknar allavega út á landi merktu bílana sína þannig að það væri hægt að kvabba á okkur ef einhver sæi til okkar. Nú þekkist þetta ekki, nú erum við hræddir að stolið af okkur. Það er kenningin að dópistar fara að brjótast inn og margir forðast það að vera með símanúmerin sín í símaskránni. Óttast að verða truflaðir. Ég hef hins vegar aldrei haft neina raun af því þó að fólk misnotar yfirleitt aldrei aðstöðu sína. Nú, til þess að geta haft eitthvað gaman af þessu þá þarf maður að hafa einhverja hugmyndafræði, eitthvað til að miða við og allavega til að telja sér trú að maður hafi verið að gera eitthvað að viti. Og þá nú ágætt að fara aftur til Hippokratesar sem að ég held að hafi verið nokkuð góður heimilislæknir. Hann var aðallega í heimilislækningum og þetta er allt saman gott og gilt sem hann segir þarna. Þrátt fyrir hverfulleika lífsins þá blífur læknislistin og þó að læknirinn gerir sitt besta þá er hann ekki almáttugur og nær bestum árangrum með því að hafa heildræna sýn á vandamálin og styðja hann til sjálfshjálpar. Nú þegar að læknisfræðin gerði læknislistin að hornreku og setti læknisþjónustu og læknavísindi í öndvegi, þá varð fjandinn laus. En dæmi áhrif læknislistar það ef að
sjúklingur fer, ef hann betur sjálfbjarga þegar hann fer af fundi manns heldur en þegar hann kom. En oft nú best að halda að sér höndum. Nú, það má segja að nútíma heimilislækningar hefjist eða sem akademískt fag einhvern tímann á 7. áratugnum. Það var í Bretlandi og Kanada og þá með aukinni sérhæfingu læknisfræðina þá uppgötvuðu menn að tengslin höfðu töluvert trosnað við sjúklingana og það væri gott að hafa einhvern sem að héldi svona í taumana og hefði yfirsýn yfir vandamál hvers og eins. Og það var geðlæknir í ungversku bíólóg minni mig upprunalega gerðist geðlæknir í Bretlandi, Lundúnum, Mikael Balint sem að fór að starfa með hópi heimilislækna og svona leiðbeina þeim í hvernig þeir ættu að fást við erfið psykósómatísk vandamál. Og hann svona leiddi okkur það fyrir sjónir hversu að við höfum náttúrulega heimilislæknar hafa sérstaka möguleika kannski fram yfir ýmsar aðra sérgreinar að fást við psykósómatísk vandamál vegna þess að sjúklingarnir koma alltaf til okkar aftur en geta hætt hjá geðlækninu sínum þegar þeim sýnist. Nú, mér hefur oft orðið tíðrætt læknislistina og ég kalla þetta nú heimilislæknislist en þetta á nú held ég bara við læknislist almennt. Hún byggist náttúrulega fyrst og fremst á því á persónuleika okkar heimilislæknar sérstaklega verða að hafa áhuga á mannlegu eðli og mannlegum samskiptum. Og en svona besserwisserar og fýlupokkar þeir eiga að gera eitthvað annað, fara helst í vísindi eða krufningar eða eitthvað þess háttar. Nú, þetta þarf að nota töluvert innsæi og ímyndunarafl af því að verkefnin eru oft óvænt og spennandi og við þurfum náttúrulega að gera það skásta úr aðstæðum af því að oft það þýðir ekkert að ætla til dæmis dópista að stýra lífi sínu eins og venjulegt fólk ætti að geta gert. Við þurfum náttúrulega að skynja líðan og hugsunarhátt fólks og geta kveikt og viðhaldið von. Það er að segja þessi innri lækningamáttur, ég held að það sé nú aðallega það bara að slá á streitu og kveikja von. Og þetta auðvitað á við alla lækna sem eru að fást mikið við sjúklinga á annað borð. Og síðan þetta að virkja salutógenesuna. Salutógenesa sem sagt allt annað heldur en patógenesa. Salutógenesa þróun heilbrigði og byggir á því sem kallast samræmisvitund og umgengnisgáfur. Og þarna erum að ræða eiginleika sem fjallar það að fólk geti alltaf hafi einhver ráð til að spjara sig í þeim erfiðleikum sem það lendir í. Og tækifæri fjölskylduverndar, þær snúa nú fyrst og fremst að salutógenesunni. Við erum semst að reyna að ala upp heilbrigt fólk og það er auðveldara þá að byrja snemma, af því að það er erfitt að kenna gamlum hundi að sitja. Þannig að til þess nýja barnsverkefni sem að við vorum með niður á Haag, nú held ég hálfdautt núna, það miðaði að þessu að þróa heilbrigði, tryggja þróun heilbrigði hjá
hjá börnunum. Nú, læknisviðtalið, svo ég haldi aðeins áfram með hugmyndafræðina, hún byggir á þessu fernu fyrst og fremst. Það fyrsta náttúrulega auðskilið. Við þurfum náttúrulega helst að skipta okkur eitthvað að því sem að sjúklingurinn að kvarta En við þurfum líka átt okkur á því að oft getur kvartunin verið bara einhver aðgöngumiði og hinn raunverulega ástæða kemur kannski ekki ljós fyrr en að við erum að undirbúa okkur undir að kveðja sjúklinginn. Og þetta númer 2, að hafa áhrif á hvernig skjólstæðingur notfærir sér heilbrigðisþjónustuna, það hlutur sem að oft vanræktur. Af því að þegar okkur ofbýður vitleysisgangurinn í sjúklingunum, þá það yfirleitt sá vitleysisgangur stafar af röngum skilaboðum sem að læknastéttin búin að gefa. Til dæmis eins og það ausa út sýklalyfjum við veirusýkingum. Það eitt dæmi það, hvernig við getum alið fólk upp eða niður. Nú síðan þetta með langtíma vandamál, það gleymist oft að tékka á því í erli dagsins ef að mikill hraði á móttökunni, sykursýki, háþrýstingur, hjartasjúkdómar kannski það sem að mest eða oftast gleymist og fólk sem á stöðugri lyfjameðferð, það náttúrulega að endurmeta hana stöðugt. Nú og síðan tækifæri til þess að fræða fólk og leita tilfellum. Nú, svo ég seti þetta nú svona aðeins í sögulegt samhengi þessa, eða haldi áfram með ævisöguna, þá dettur mér í hug svona samlíking, hvernig þróun hefur verið, hvernig tíðarandinn hefur breyst. Þegar ég var ungur maður í Húnavatnssýslu, vaxað upp, þá var það svona manndómspróf að komast í göngur á haustin og gerði það í nokkur ár og hætti því svo í tæpan aldarfjórðung og byrjaði aftur 1990 til þess að sjá Auðkúluheiði áður en henni yrði sökkt undir miðlunarlón Blönduvirkjunar. Og eftir það hélt ég áfram að fara í göngur en það var bara andskoti erfitt og þetta var miklu erfiðar að reka féð. Það var lappalaust og gafst upp og jafnvel þó að menn væri miklu betur ríðandi en áður, hefðu gáfaðri hundum á að skipa og komnir vegir og girðingar, þá var ég bara miklu þreyttari heldur en þegar ég var unglingur. Og ég hélt ég væri að verða gamall. En þá það í drullupollinum á Hveravöllum sem að gamall bóndi skýrir þetta út fyrir mér að sauðféð hafi bara breyst. Það sé búið að það sé miklu meiri og betri auðveldari heyskapur. Nú sé hægt að hafa féð bara inni í allan veturinn í húsum og það sé ekkert rekið lengur til beitar. Og það þekki varla hund, hvernig hundur lítur út og þaðan síður að þekki honum geltið og hlýði ekkert hundum. Nú, þarna og þar að auki sé maður farnir að flytja féð á bílum fremst fram á Öræfi í staðinn fyrir að reka það eins og áður var gert, þannig að lappalausa féð var komið fremst á heiðina. Nú, þá átta ég með því að þetta var það sama sem hafði gerst með sjúklingana. Þeir
voru hættir tóku mikla minna mark á læknunum. Þeir hlýddu ekki þó að við værum að gelta og það var semst bara komin þá á 9. og 10. áratugnum mjög ákveðinn neytendahugsunarháttur hjá fólki. Það hafði rétt á þessu og hinu og var náttúrulega farið að þegar það hættir að taka mark á manni þá fer það náttúrulega að bera vandamál sín undir einhverja sem að telur að séu fróðari. Nú, þetta náttúrulega líkaði okkur stórilla að við vorum að falla þarna af stallinum en það þýðir náttúrulega ekki að vera syrgja það, heldur verður maður bara að reyna að aðlaga sig aðstæðum. Nú, þetta sem sagt, þegar í Bolungarvík þá var þetta nú margt mjög gott og þarna var við dreifbýlislæknar höfðum yfirleitt vel skilgreindan sjúklingahóp og það höfðu Akureyrarlæknar líka. Nú, það sem gerist ef að fólk treystir manni, þá finnur maður held ég til meiri ábyrgðartilfinningar en ella. Það er að segja, maður mætir í vinnuna og sleppir ekki símatímana og þar með verða tengslin traustari, það er að segja samfellan í heilbrigðisumsjáinni. Samfellan er alfa og omega og tengsl læknis og sjúklings í þessum fræðum okkar. Nú, ég skamst af heimilislækni HL, þetta er ekki HL stöðin, heldur heimilislæknirinn, bara til að koma þessu fyrir á myndinni, að við gátum mótað meðferðarhefð, alið fólk sem sagt upp eins og ég held að við eigum að gera. Nú, maður var sjálfsín herra, það var ekki neini bírókratar að nudda í manni eða segja manni fyrir verkum eða senda manni fyrirmæli. Þetta auðvitað getur nú haft sína galla. Þannig að vera eftir hverjum og einum lækni hversu heppilegt þetta er. Við gátum stýrt sjúklingaflæðinu á meðan að tilvísunarskylda var við lýði. Svo fór það nú allt saman og rann út í sandinn. Og sjúklingaþýðið var sæmilega einsleitt, það var ekki mikið útlendinga, það voru ekki vandamál tungumál eða menningar, mismunandi menningar uppruni. Dópistar fyrirfundust nánast ekki. Þá var ekki búið að skilgreina 37 afbrigði af kynhneigð eins og í dag. Þannig að maður þurfti ekki endilega að passa á sér kjaftinn í þeim efnum og við þurftum ekki að skammast okkar fyrir oflækningar. En kannski vegna þess að við höfum ekki vit á því. Þá var umræðan ekki komin af stað að ráði það. Ivan Illich byrjar á þeim söngu held ég 1976. Nú, það var náttúrulega ekki allt jákvætt, aðstæðan var náttúrulega oft mjög takmörkuð, sérstaklega til rannsókna. Sjúkraskráning líka erfiðara að fá yfirsýn en það náttúrulega mjög auðvelt ef maður með afmarkað samlag. En hinn faglega einangrun var nú kannski verst og þá voru menn nú bara þekkingin fannst í bókum og læknatímarit.
Á þessum árum hafði ég ekkert miklar áhyggjur af langvarandi bindingu eða þrældómi, kannski vegna þess að þá hafði maður ekki eins gaman að því að sulla í áfengi, en maður var sem sagt á stöðugri vakt nánast allt árið. En einmenningshéruð voru nú ekkert mjög mörg á þeim tíma. Það voru gjarnan 2 út á landi og svo náttúrulega í þéttbýlinu var þetta allt öðruvísi. Nú það var ekkert verið að kenna neinar heimilislækningar og hvorki í læknadeildinni og þaðan að síður að við værum að kenna einum eða neinu. Nú það ýmislegt jákvætt við daginn í dag. Það náttúrulega gjörbreyttar aðstæður varðandi alla aðstöðu og samvinnu, en það sem nú mesta breytingin nú tölvuvæðingin og sem að verulegu leyti jákvæð og séu neikvæðar hliðar líka. Og það að hafa sem sagt samtengingu við aðrar stofnanir gríðarlega mikilvægt og einkum og sér í lagi að hafa aðgang að lyfjagagnagrunninum og ætti að geta bætt vinnubrögð okkar verulega mikið. Sjúklingar eru upplýstari og við mjög ánægjulegur hluti af starfinu að hafa geta sagt til læknanemum, kandídötum og sérnámslæknum. Umræðan gagnrýnni og upplýstari. Það hins vegar kannski ýmislegt líka sem neikvætt, þannig að það kemst nú ekki fyrir á einni mynd. Það ber þá fyrst að nefna kannski að kröfurnar þjónustu eru nú komnar út í algjörar öfgar og fólk sem sagt að sækja til manns út af alls konar tilfinningaskít. Og það náttúrulega hluti af því að við höfum ekki alið fólk rétt upp. Nú, það það sem ég að tala tilfinningaskít, þá það nú líka ýmis viðfangsefni eins og vottorðaskrif og sem mjög erfitt að flokka undir læknisfræði. Það ætti nú fleiri að geta gert þessi helvítis vottorð heldur en læknar. Nú, skjólstæðingar okkar eru afvegaleitir gríðarlega mikið af bæði seljendum gerviþarfa og fjölmiðlum og þá fyrst og fremst náttúrulega samfélagsmiðlum. En það náttúrulega margir sem að þurfa að hagnast á eymd-volæði og áhyggjum samborgara sinna og fleiri heldur en við. Nú, það sem náttúrulega afar slæmt ef að maður ætlar að stunda einhverja heimilislækningar af viti, það það að ef að heimilislæknin ekkert í vinnunni, ef hann endalaust í fríum eða veikur eða heima yfir veikum börnum eða með mjög stuttan vinnudag, þá ekki hægt að stunda heimilislækningar af miklu viti. Það hins vegar ekki mikið við þess að segja því að þetta eru kröfur tímans en þetta gerir okkur mun erfiðara fyrir að halda þessu samfellu og læknissjúklings tengslum sem eru aðalatriði í þessu. Nú, við erum ekki alltaf að gera mjög próduktífa hluti, það fer gríðarlegu tími í skráningu.
og síðan náttúrulega vottorð og þess háttar iðja nú ekki til að auka á lífsgleði heimilislæknis frekar en annarra lækna. Nú, þessi útþynning á ábyrgðar sem að trosnandi tengsl valda, það veldur því að dregur úr trausti sjúklinga á sínum læknum eða sínum lækni, af því að það tiltölulega mjög ólíklegt að tveir læknar séu algjörlega samhljóða í ráðleggingum sínum eða áliti. Nú, það hefur nú ekki verið mikill prívatrekstur í heimilislækningum á Íslandi til þessa, þó mjög sterkur vilji til þess á ýmsum sviðum að heimilislæknar fari að vinna meira prívat og þar kemur þessi hætta á að ágóða vonin mengi fagmennskuna. Það sem að ég hef nú kannski mestar áhyggjur af, það að heimilislæknir fari að lækna fólk í gegnum snjallsíma og skoða fólk í gegnum snjallsíma. Það getur náttúrulega verið hentugt ef maður á Grænlandi eða einhverstaðar eða sjúklingurinn mjög á afskekktum stað en þetta að verða raunveruleiki út í hinu stóra heimi. Nú, verklagsreglur ýmsar, New Public Management, það fyrirbæri sem að þið þekkið sjálfsagt, en það sem sagt tilraun til að nýta aðferðir prívatreksturs í opinberum rekstri. Og þá náttúrulega eingöngu verið að hugsa hagnað. Og DRG, þessi Diagnosis Related Groups, það komið, til dæmis í Svíþjóð þetta víðan notað líka í heimilislækningum. Ég held að það sé nú ekki svo vitlaust kannski í sjúkrahúsrekstri, þó hef ég kannski ekki vit á því, en það sem ég hef séð í sambandi við heilsugæslu, það ekki mjög gáfulegt. Það semst verið að hafa áhrif á það að maður rannsaki til dæmis, geri ákveðna rannsóknir á hverju ári og heilsugæslustöðin græðir sem sagt á því að við rannsökum sem mest út af diagnósu sjúklingsins en ekki þörfinni. Nú, læknisfræðileg súrsun, það nú, ég hef talað það áður, kallast overdiagnosis nú orðið, en hét nú áður medicalization, sjúkdómsvæðing. Við náttúrulega höldum áfram að endurnýja til dæmis lyf sem að sjúkrahúslæknir eða spesialisti setti sjúkling á í því augnamiði að hann tæki það kannski bara í skamman tíma og hrestist þannig að sjúkrahúslæknirinn losnaði við hann. En við höldum semst áfram að endurnýja þetta ævilangt og það náttúrulega endalaus dæmi þessar oflækningar. Og þetta með geðlyf og verkjalyf, það hefur náttúrulega verið í umræðinu síðustu daga og það var ekki á næst síðasta föstudagsfundi líka. Nú, þetta með lyfjaiðnaðinn, ég búin að tala það í 40 ár og þarf ekki að hafa fleiri orð en það. Lyfjaiðnaðurinn stjórnar sem sagt framþróun
læknisfræðinnar með því að ráða í hvaða rannsóknir kenningarnir fara. Nú, það náttúrulega afar mörg framtíðarverkefni sem við höfum og mér hefur nú orðið tíðrætt þarna kontinuitetið og við þurfum náttúrulega, mér finnst einhvern veginn eins og umræða hugmyndafræði meðal íslenskra heimilislækna sé mun minni núna heldur en hún var fyrir 30 árum. En það sérstaklega mikil þörf á henni núna vegna þeirra breytinga sem eru handan við hornið, vegna framþróunar tækninnar fyrst og fremst. Við höfum sérstöku hlutverki að gegna held ég að fást við fólk með óskýrð einkenni, multimorbiditet og svona erfiða sjúklinga og það nú eins og heimilislæknar hafi kannski ekki sérstakan áhuga á þeim sjúklingum og þykir ágætt að þeir lendi í kvörn sjúkrahúslæknanna þar sem að þeir valda bæði sjálfum sér og heilbrigðiskerfinu töluverðum skaða af því að það þarf að taka á þessu með sérstökum hætti og það sem sagt mannleg samskipti og tengsl eru mun líklegri til að koma þar góðu til leiðar heldur en háþróaðar rannsóknargræjur eða reiknimaskinur. Nú, það liggur í eðli hugmyndafræði okkar að skynja ábyrgð á náttúruspjöllum, mengun, gróðurhúsaáhrifum og félagslegu misrétti, því að það allt saman mjög sjúkdómsvaldandi, en hvorki heimilislæknar né aðrir læknar hafa verið sérstaklega uppteknir af þeim áskorunum. Nú, það sem að ég þarna víkjað váboðum vélrænnar tæknihyggju, þar á ég sem sagt við meðal annars fyrirbæri sem heitir P4 System Medicine. Þessi 4P stendur fyrir Predictive, Preventive, Personalized and Participatory. Það eru gafnaljós út í heimi sem hafa fengið þá flugu í höfuðið að með því að safna nógu andskoti miklum upplýsingum, milljónum upplýsinga með blóðprófum og þróa fylgjast með sem sagt í áranna rás, þá sé hægt að búa til gagnabanka þannig að fólk með blóðpröfu sé sem sagt hægt að spá fyrir hvaða sjúkdómar gætu hugsanlega herjað á viðkomandi einstakling einhvern tímann í framtíðinni og það náttúrulega genarannsóknir hluti af þessu. Þessu verðum við náttúrulega bregðast við að því að þessi tækni leysir ekki mannleg vandamál eða er verulega líkleg til að breyta lífsstíl. Varðandi oflækningarnar þá hef ég nú áður fjallað það, en sá fyrirlestur kannski fullt eins skemmt. Þetta 5 mínútna vídeó, þar sem nú mikið að helstu vandamálum sem oflækningar.
áheyrir. Þetta ég. Byrjanir á því hérna eins í þetta ómust að ég vildi til að einhverjar spurningar þá ég hugsa að stöðva þetta að ég þetta á bridge over diagnosis. Þá þakkum við Pétri fyrir þessu fyrirlestur. En sem sagt að það eitt atriði í sambandi við prevensjón sem að heimilislæknir farnir að hafa áhuga á. Það quaternary prevensjón til viðbótar við primary, secondary, tertiary og það sem sagt að verja fólk fyrir stórfenglegum heilsufarsskimunum. Þetta er svo búinn, takk. Takk fyrir Pétur. Þannig að Pétur Hljómarsson kallar svo þegar ábyrgismæra sem hún segir við aðra stétt eins og kennara sem eru bóttrekka. Það er þeirri sérfræðingi í skólan, það gleymist að kennara eru einhverju sérfræðingar í öllum og kennslu. Kallast á þetta vandamál. Þarna, það finnst þér þarna, og heyrir maður mikið ungum heimilislæknum að þetta vottorðafarg sé mjög mikið. Við sjúkrahúslæknar, þar sem þessi störf skarast, við eigum svolítið erfitt með að fá heimilislækna til að fylgja eftir medísísku vandamálum eins og trappa niður verkjalyf eftir sambandsbrot, setja endahnút á DFT-meðferð og slíkt. Þarna upplifir þú þetta líka? Þessi venjulegu medísísku vandamál, þessi... Já, ég held að sem sagt að óproduktív iðja sé að ryðja henni mikilvægu til hliðar, það er að segja henni hreinu sjúklingavinnu. En þetta er nú í sjálfu sér skipulagsatriði og agamál finnst mér að fylgja eftir hlutum. Það sem það er svona hefð í heilsugæslunni að fólk fær að ráða því sjálft hvenær það pantar tíma og kemur og svo erum við bara að afgreiða það sko. Í staðinn fyrir að vera svona framsæknari og kalla fólk þegar við á. Takk fyrir. Hvernig, ánáttúrulega ekki bara við heimilislækna, en annarkur sjúklingur sem kemur til manns með sína greiningu frá hefur myndað sér skoðun og nú internetið mjög frór vettvangur og hjálp fyrir fólk og reyndar okkur líka. Hvernig breytir það heimilislæknum í framtíðinni? Já, það þegar búið að breyta það töluvert. En hefur við tekið við að því okkar? Alls ekki. Og það er ekki hægt að svara því nema með því að við læknastéttin sé virkari á samfélagsmiðlum og þeir sem hafa verið virkir ættu nú helst að vera óvirkir. En þetta er mjög, við erum að breyta læknisnæmi til framtíðar þegar fólk búið að greina sig á að það kemur til læknis. Já, sérstaklega ef að það tekur svo ekkert mark á lækninum eða hefur ekki traust á honum. En með því að ef maður hefur með sem sagt langvinnum samskiptum við viðkomandi aflað sér
trausts hans, þá náttúrulega tekur það meira mark á okkur heldur en internetinu. Enda með Facebook-grúpu fyrir samfélagsbrot. Þannig, þakka þér fróðlegt erindi. Ég hef oft velt fyrir mér beinlínis vanrækslu heilsugæslunnar í höfuð á primary prevention. Það oft hafa vantað og ég náttúrulega kemur þessu umhverfi og oft var þetta reynilega að maður nefndi þess ekki eða hafði ekki tíma til þess. Og ertu sammála þessu að sem dæmi bara fræðslu fyrir unga foreldra varðandi eyrnabólgu, varðandi sýkingar hjá börnum. Maður sér oft fólk kemur þjótandi inn á bráðamóttöku með krakka með saklausar eyrnabólgu eða bara kvef. Finnst þér þetta sérðu einhverja leiðir til að breyta þessu eða hefur við eitthvað skoðun á þessu sérstaklega? Ég held að almennt séð þá erum við stöðugt að sinna primary prevention og en það þetta sem ég vék að til dæmis á vakt þegar að áhugi læknisins snýst nú kannski það að lifa af og klára vinnudaginn, að þá gleymist þetta atriði númer 2 sem ég vék að hafa áhrif á hvernig sjúklingur noti heilbrigðisþjónustuna. Og þess vegna þetta fólk að koma alltaf með krakkana aftur og aftur í staðinn fyrir að ef við tækjum okkur tíma til að fræða hvernig eigi að snúa sér í þessum málum og leysa málin bara heima fyrir. Þannig að þessu leyti það rétt sem að þú ert að kvarta en hins vegar þá stundum við verulega mikla og í hverju einasta viðtali held ég að sé nú einhver heilbrigðisfræðsla eða sem að mætti kalla því nafni. Heldur hún verið betri hún væri opinberari? Það að segja væru haldnar einhverjar opinberar fræðslur fundir eða blaðagreinar, samfélagsmiðlagreinar. Við vissulega gerum þetta einhver einasta viðtali en ég veit ekki, allavega virðist ekki hafa betri áhrif en þetta. Já, það hefur náttúrulega alltaf áhrif það sem kemst í sjónvarpsfréttir. En það sem kemst í fréttir nú yfirleitt einhverjir skandalar en það til dæmis hafði það verulega áhrif á 10. áratugnum umræðan ónæmus bakteríur. Það var miklu auðveldara að fá fólk ofan af því að fá lyfseðil upp á sýklalyf. Þannig að í fjölmiðlaumræða hefur alltaf mikil áhrif og þar ættum við að vera meira. En þá þarf maður náttúrulega að passa á sig kjaftinn þannig að maður þá ekki á sig málaferli. Takk fyrir mjög skemmtileg heimstöð. Þú talaði að viss hluti af sjúklingum þeirra erindi svona kannski tilfinningaskiptur og þetta nákvæmlega mín tilfinning líka í tímum af þeim heimstöðum sem það er framtíðum. En ef þetta rétt og svo heyrir maður alltaf sjúklingar tala og ég bara svo með að fá tíma á lækni ég fyrir viku. Þannig að systemið kannski mettað af stofnhóndi fólk sem hvers erindi kannski svona einhvers konar tilfinningaskiptur og kannski ekki læknisfræðilega mikilvægt. Ef að þetta þannig og einhver leið að stýra aðgengi sjúklinga að læknum, þannig að einhvers konar svona tríaskerfi, þannig að einhver sem hans erindi hljómar eins og að sé nú ekki bráðum mikilvægt að hann verði þá settur kannski alltaf listan og þeir sem eru með virkilegt vandamál, læknisfræðilegt vandamál, fari framar í röðinu og fá þá tíma til. Ætli
fólk út í periferunni hafi heyrt spurningu Sigurðar sem var mjög góð. Já, ná að heyra. Já, það er nefnilega, ég þakka fyrir þessu spurningu, ég hefði átt að koma að þessu, en það er sem mjög auðvelt að sortera og það er gert það sem ég hef unnið erlendis. Þar sem taka hjúkrunarfræðingar við öllum símtölum og viðtalsbeiðnum og annarkvort leysa þeir sjálfir málin eða bóka sjúklinginn á læknin. Þannig að þar ber miklu minna á þessum trivialitetum. Þetta er mjög auðvelt að gera þetta. Þetta er bara spurning vinnubrögð og skipulag. Takk fyrir mjög skemmtilega fyrirlestur. Ég er ekki með spurning, ég fann með smá komment á netið. Það hefur verið í gangi norskur sjónvarpsþáttur þar sem heitir Kappi 3 sérfræðilæknar á móti þremur fólk út í bæ sem hefur í ýmsum stéttum keppast við að setja greiningar á alvöru sjúklinga og fólki kemur og segir sína sögu og þeir fólki má googla, leita á netinu en læknarnir var ræðast inn á milli og það var óþægilega oft sem fólkið vann þessa keppni. Hvernig sérfræðingar er þetta? Það var hjartalækn, það var einhver engillalækn og reyktuðina og þetta var svona heimils. Það er mikið verið þekking á netinu heldur að komast í hausnum á hann. Já, þekkingin á netinu er mjög mikilvæg en það er hins vegar vandamálið það að greina á milli þekkingar og blekkingar. Já. Svo býður okkar þessi eitt sem við sjáum mikið og breystum mikið, það er þetta multi-morbiditet og allt þetta, það er ekki allt fengið með þessu fáralega langlífi sem við sækjumst eftir. Og hefðbundni sjúklingur á lifrardeild núna er með kannski með 4-5 langvarandi vandamál sem það verður sífellt erfiðara að halda í alla þræði. Það þarf þá að vera einhver kónguló í miðjum vefnum sem að heldur í alla þræði. Það er vaxandi vandamál og það er ekki minnst inn að öldrunarlæknir fyrir því. Það er kannski verkefni ykkar í framtíðinni meira, þetta multi-morbiditet sem er ekki bara gervidiagnósur, heldur verður alltaf stærra og stærra eftir því sem að fólk asnast og eldast. Já, við getum ekki skorast undan því. Fleiri spurningar? Þá, takk fyrir til. Stopp sharing og share end me. Já, það er góð. Já, í augnablikki.